Góðan og blessaðan daginn. Ég er staddur hérna í vinnunni. Ég er bara í bílnum ennþá og kom til mín að deila smá með ykkur. Ég var á Lofgjörð á bænastund í gær og það kom bara glöggt fram á bænastundinni frá mörgum að Guð vildi mæta öllu sem væri þarna inni. Og það er eðli Guðs. Guð er kærleikur og hann vill mæta okkur, alveg sama hvað. Og það segir orðið Guðs í Biblíunni að hann vill leiða alla menn til iðrunar. Gæska hans vill leiða okkur til iðrunar. Og ég er búinn að ganga með Guði í yfir 40 ár. Ég tók við Jesú Kristi þegar ég var 21 árs gamall. Og núna get ég reiknað hvað ég er gamall. Nei. En málið er það að Guð er góður Guð og hann er kærleiksríkur Guð og hann þráir svo mikið að eiga samfélag við okkur. Miklu meira heldur en við þráum að eiga samfélag við hann. Og hann kom til að leita henni týnda. Ég hélt alltaf þegar ég var búinn að taka við Jesú Kristi sem frelsara mínu fyrst svona í byrjun að ég hafi fundið Guð. Ég hafi fundið Jesú Krist og fundið hann. En það er ekki þannig. Hann leitaði að mér. Hann er að leita að henni týnda til að frelsa það. Og það er hann sem hefur áhrif á líf okkar að við snúum okkur til hans. Og áður en ég fór á svo Lofgjörð á bænastund í gær þá sá ég glósu á netinu týnda soninn. Og bara mjög góður punktur og hann hafði mjög mikil áhrif á mig. Og það er oft svona í lífinu að þó maður sé búinn að ganga með Guði og þá þarf maður alltaf að endurskoða líf sitt upp á nýtt. Það er svo margt sem að reynir á mann, það er svo margt sem að maður er að ganga í gegnum, vinnan, ýmislegt í daglega amstri sem að tekur toll bara í lífum manns. Sem að hefur áhrif á það að svona stundum þá gleymir maður sér bara að rækta samfélag við Guð. Maður er bara komið allt inn í bara sitt eigið og við þekkjum þetta vel flest öll að svona einhverju leyti og ég rek augun í þessar glósur og þar að vera að tala um það að týndi sonurinn hann komst til sjálfs sín. Hann allt í einu rankaði við sér, hann var búinn að sóa öllum arfinum og hann var fann að gæða sér að svínadrafinu og hann allt í einu rankaði við sig að hann hafði haft það betra í föðurhúsunum. Og hann tekur meðvitað ákvörðun að snúa við til föðurhúsunum og hann byrjar að ganga af stað til föðurhúsunum, bara snúa við. Og iðrun í raun og veru þýðir það að snúa við, að við snúum okkur við til Drottins. Og það er svo magnað að þegar hann byrjar að ganga til föðursins að þá byrjar faðirinn að hlaupa á móti honum. Týndi sonurinn hljóp ekki til föðursins. Hann tók meðvitað ákvörðun og byrjaði að ganga í átt til föðurhúsanna. En þegar að faðirinn sá að hann var búinn að taka meðvitað ákvörðun að snúa við, að þá koma hlaupandi til hans, fagnandi. Og það eru tvær aðrar sögur í þessu sama kafla, Lúkas 15. kafla. Það er talað tala 100 sauði og einn sauðurinn glatast. Og fer þá ekki hirðirinn að leita þessum týnda sauði og finna hann. Og svo talað konu sem er með 10 drachmur eða 10 peninga og týnir einu peningnum. Og hún fer að leita bara út allt í húsinu til að finna þessa einu drachmu eða eina pening. Og þegar hún finnur hann þá bara samglúst hún með vinkonum sínum. Og þannig var það þegar týndi sonurinn kom tilbaka að það var fögnur. Það var fögnur í föðurhúsunum. Og það segir að þegar einn syndari í þessum kafla, að þegar einn syndari gerir iðrun, að þá er fögnur með englum Guðs. Það var fögnuður í himninum með englum Guðs og Guði. Og þannig er kærleikur Guðs, þannig er Guð. Hann þráir svo að eiga samfélag við okkur.
Hann þarf á svo miklu meira að við náum markinu. Heldur við sjálf. Og hann vill endurnýja fyrsta kærleikann í okkar lífi. Og ef þú hefur aldrei kynnst kærleika Guðs, þá vill hann að þú kynnist kærleika Guðs, kærleika sínum. Og ég er þarna stundinni og er nýbúinn að lesa þessar glósur það þegar týndisonur svona byrja að ganga til föðurins að þá hljóp faðirinn á móti honum. Og þetta hafði áhrif á mig, þetta var svona gerðast í mér. Og ég fann að ég þurfti að endurskoða líf mitt og ég var svona að endurskoða líf mitt á þessa stundu. Þessari bænastundu. Þessari bæna- og lofgjörðarstund. Og ég var svona að skoða líf mitt og það kemur fram hjá öðru fólki að Guð vilja mæta fólki og hann vilja svona hrista til í því sem heldur okkur frá því að vera heilsugar við hann og vera alveg gefin Guði. Hann vilja svona hrista upp í því. Og ég var svona að hugsa þetta og mér finnst svo magnað að þó að við sem ekki trúföst, þó að við sem ekki alltaf trúföst, þá er Guð alltaf trúfastur. Hann er alltaf trúr sjálfur sér, hann er alltaf trúr orðu sínu og hann er alltaf trúr að vilja mæta okkur og draga okkur nær sér. Leiða okkur til yfirunnar. Hafa áhrif á líf okkar að við snúum okkur við, að við vöknum upp og koma til hans á ný. Og þegar við tökum eina meðvitaða ákvörðun, þegar við höfum gleymt okkur í daglega amstri, eða við ekki af leið á einhvern hátt, þegar við tökum meðvitaða ákvörðun að snúa við til hans, að þá kemur hann hlaupandi á móti okkur. Þá úthellir hann krafti sínum yfir okkur, hann úthellir sínu náðaranda yfir okkar líf. Og ég veit ekki hversu oft þegar ég hef fundið mig óvirðaðan og ekki á góður stað í lífinu að hversu oft þá hefur Guð komið með gæsku sína og kærleika sinn og haft áhrif á líf mitt og snert mig og bara gefið mér svona eins og nýja byrjun. Og þegar ég vaknaði morgun þá var þetta svo sterkt að hjarta mínu að deila þessu með ykkur. Ég fann bara að ég þurfti að bara svona segja ykkur frá þessu. Ég dreymdi í nótt að Guð var svona að hafa áhrif á hjarta mitt. Hann var að starfa í mínu lífi í nótt. Þetta gerðist ennþá bara í lífi mínu í nótt. Ég tók með þetta ákvörðun á þessum lofgjörða bænastundi í gær að snúa heilsugar til drottins á ný. Svona endurnýja heit mig til hans. Ég tók þessa ákvörðun í gær og ég fann bara hvernig Guð mætti. Og ég fann í nótt hvernig Guð var að vinna í hjarta mínu, hvernig Guð var að vinna í líf mínu, að bara svona komið eins og nýja meðbyr inn í líf mitt, eftir ég tók þessa ákvörðun. Og í draumnum þá var ég svona eins og fangi og það voru einhverjir menn að hafa áhrif á mig að bara svona fanga mig og þeir voru búin að taka mig til fanga og þeir voru alltaf að deyða líf mitt. Og þetta er svona mynd og óvinnun sem kemur til þess að stela og slátra í það. Og meðan ég var sem fangi hjá þessum mönnum að þá heyri ég vitnisburð frá konu. Og þessi vitnisburður hann bara svona hafði rosalega áhrif á mig og bara endurnýjaði líf mitt. Að fyrsti kærleikurinn að vakna á nýju lífi mínu til drottins. Og það er það sem bara gerðist. Þegar ég vaknaði í morgun þá var ég bara alveg endurnýjaður og endurnærður í Guði. Bara alveg fyrst bara það er bara svo erfitt að svona lýsa þessu en bara ég fann hennar fögnuð. Ég fann hennar fögnuð. Ég fann hennar fögnuð himinsins á nýju hjarta mínu. Af því að Guð snerti mig. Af því að Guð snerti mig enn einu sinni. Hann snerti mig enn einu sinni. Og það kom svo sterkt í mín að deila þessu með ykkur vegna þess að hann þráir að snerta þig. Taktu með þetta ákvörðun, ef þú hefur farið frá Guði, taktu það með þetta ákvörðun að snúa við. Og bara þegar þú tekur þessa ákvörðun að þá fyllist faðirinn gleði og fögnuði.
Og sonurinn, hann mun hlaupa á móti þér. Faðirinn mun hlaupa á móti þér og umfaðma þig á ný. Endurnýja fyrsta kærleikann inn í lífið þitt. Og ef að þú þekkir ekki Jesú Krist, ef þú þekkir ekki þessa sönnu gleði sem er í samfélagi með Drottinn, sem er fólgin í frelsisverki Jesú Krist, og þá getur þú tekið með þetta ákvörðun núna og sagt: Jesús, hér er ég þekki þig ekki, en ég bið að sýna mér hversu raunverulegur ert. Ég bið að leyfa mér að finna kærleika þinn. Og þegar þú biður þessar bænar að bara sýni viðleitni, þá mun Guð opinbera sig fyrir þér. Hann mun snerta þig. Hann mun leyfa þér að upplifa fögnuð himnaríkisins. Hann mun leyfa þér að upplifa fögnuð frelsisverksins. Það er fögnuður í Guði, það er gleði og fögnuður í Guði. Ávextir andans er kærleikur, gleði, friður og svo margt annað. Ég ætla ekki að hafa þetta lengri dag en hugleið þetta. Takk ákvörðun, takk með þetta ákvörðun núna að gefa Guði lífið þitt. Það er þess virði. Fel Drottni vegu þína og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjá. Hann hleypur fagnandi á móti þér. Hann hleypur fagnandi á móti þér til þess að umfaðma þig. Og það skiptir ekki máli á hvað staður, hvort þið sést að slæmi staðið eða ekki. Og hvort þið séð fangi á einhvern hátt. Hann kom til þess að setja fangana frá. Halleluja. Í Jesú nafni, amen. Drottinn Jesús, ég þakka fyrir svo orð sem að láður hjarta mitt að deila hér í dag, Drottinn minn Jesús. Og ég bið að snerta Drottni Guð, það sem er að horfa núna, Drottni Guð, eða hlusta á mig að segja frá þér, Jesús. Ég bið bara að koma með kraft heila sanda yfir viðkomendur núna, að hann taki með ákvörðun að velja þig í dag. Í Jesú nafni, halleluja. Komið krafti þín, komi nærvera þín, komi gæska þín, Jesús. Ég bið að leiða fólk til iðrunar. Ég bið að leiða íslenska þjóðin til iðrunar. Og ég bið að leiða útlendingan í landinu til iðrunar. Halleluja, að þau fá að sjá og upplifa frelsisverk þitt, Jesús. Kraft frelsisverk þitt, Jesús. Kærleika þinn, raunverulega kærleika þinn. Í Jesú nafni bið ég. Amen.